Ljós sem að ferðast eftir ljósleiðaranum rekst á veggina og lendir þar í því sem við kallum alspeglun ef að innfallshornið er nógu stórt. Innfallshorn upp á 0 þýðir að við förum þvert á vegginn og þá sleppur geislinn út, en innfallshorn nálægt 90 gráðum gefur okkur þessa alspeglun. Og þannig vinna ljósleiðarar yfirleitt. Ef að við sveigjum ljósleiðarann kröftuglega, þá getum við lent í því að brjóta þetta þannig að geislinn sleppi út, við fáum ekki alspeglun lengur. Það getur líka verið einhverja skemmdir í ljósleiðaranum, loftbólur, sprungur eða eitthvað slíkt sem að valda því að hann sleppur út. En þetta þýðir þá almennt að þegar við erum að senda ljósgeislan í gegn, þá sjáum við ekkert í góðum ljósleiðara að skila sér allt út hinn endan. Við sjáum ekkert frá hlið. En það er möguleiki á því að gera þetta svolítið litríkara með því að binda til dæmis hnút á ljósleiðarann eða að reyna að búa til sprungur með því að draga þetta eftir einhverju oddhvassri brúnsvipa eins og við gerum þegar við erum með borða sem við notum til skreytinga. Ég sveigja hann hérna og brýta hann yfir kantinn og spenni út. Þá er ég búinn að búa til sprungur í þessu sem að sennilegast leiða til þess að þegar það er lýst inn í endan þá lýsist allur ljósleiðarinn upp, hann missir eitthvað út hliðarnar. Ljósgjafarnir sem við notum fyrir þetta gætu verið leysir eins og við erum með hér. Það gæti verið ljóstvistur eins og við höfum hér eða vasaljós af einhverju tagi, hvort að það er ljóstvista vasaljós eða eitthvað annað skiptir ekki öllu máli. Það er lýst inn í annan endan og við gætum lýst í gegnum langa höng eins og þessa. Ef við ætlum að senda upplýsingar til dæmis á milli herbergja þá getum við sendt upplýsingar á formi Morse-kóða. Við gætum líka til þess að fá eitthvað skrautlegra, búið til höng af ljósleiðurum hér, klippt þetta bara í sundur með skærum og ég raðaði hér upp í bút af sogröri og í þetta sogrör sem var það minnsta sem ég fann rúmuðust líklega einir 18 eða 19 leiðarar. Núna erum við að lýsa í gegnum 50 metra höng af ljósleiðaranum og þið sjáum væntanlega ljósblossan koma út endan þarna og hér hefur ljósið farið tæplega 100 hringi í gegnum höngina og skila sér út hinn endan. Hér lýsum við í gegnum bunt af ljósleiðurum og ég færi þetta aðeins til þannig að hann lýsir kannski ekki, leysingeislinn lýsir ekki í gegnum alla ljósleiðarana í einu ef við færum á milli þannig að þetta blikkar svolítið. Önnur útgáfa væri að nota ljóstvist. Og í þessu tilfelli þá eru þetta ljóstvistur sem getur sýnt nokkra liti og skiptir á milli og við fáum hann til að blikka. Þriðji möguleikinn væri að nota vasaljós. Og þá ætti hann að ná að lýsa í gegnum þá alla í einu. Hér er ljósleiðari sem er búið að binda tvo einfalda hnúta á og særa hann eitthvað á milli svo þeir hafa fengið sveigju og þegar lýst þeir í gegnum þetta þá ættu að koma ljósblossar þar sem hnútarnir eru annars vegar og hins vegar jafnara ljós þar sem að skemmdirnar á veggjónum eru. Hér er svo önnur útgáfa þar sem að hnúturinn er margfaldari þannig að þetta verða sennilega nokkrir ljósi deplar þegar lýst í gegnum þetta við sitt hvort hnútinn. Með þessu er hægt að gera ýmiss konar ljósasýningar.